Sælöldsumul. Jú, sælöldsumul. Það hljómar ekki vel þegar ég segi þetta. Sælöldsumul. Nema ég segi þetta svona. Sælöldsumul. Sælöldsumul. Komuð sæl... já, þáttur 17. Já, þú ert svona talnamaður. Já, heldur betur. Herri, ég á með vinkonum mína í heimsókn í dag, heima. Og hérna... Þetta er sem sagt æskuvinkona Huldu og má alveg segja hún sé æskuvinkona mín þannig lagað. Hún er allan að æskuvinkona Huldu konunum minnar. Það var reyndar ekki þetta sem ég ætla að segja þér en hérna, hún er sko gift æskuvini mínum. Og já, þannig að sko æskuvini minn og æskuvinkona Huldu þau eru gift. Já. Það er bara svona áhugavert. Allavega, veistu hver giftu þau? Ég? Já. Nei! Hjálfurni? Já. Ok, vissur það alltaf við það? Já. Já, ok, hún var aldrei talað um það við mig. Mögulega ekki. Nei, ok. En hérna, en það sem er áhugavert í þessu er sko, ég ætla nú bara aðeins að svona, bara aðeins að fá hérna þín viðbröð. Ok. Sko, einhvern tímann, eftir þessa giftingu, þá hitti þessi vinkona mín þig út á götu og heilsaði þér, þú þekktir hann ekki. Nei. Það er bara ekki neitt skrítið. Og hún er bara ennþá að skammast sín. Já. Hún er ennþá vandræð. Hún er skammast sín? Já. Nei, það er ég sem átt að gera það, sko. Nei, hún er bara, æ, guð, okkur var ég að segja hæfið hann. Hann veit ekkert hver ég er. Býttu hver, og hvað, var ég bara eitthvað svaraði henni ekki, eða hvað var ég ekki? Nei, ég bara veit það ekki. Þetta er ekki gott. Ég er bara, sko, ef það væri hægt að fá örorku út á að vera ómanglökur, þá væri ég með það. Já, er það. Bara finnur ekki mann sem er ómanngleggri en ég. Ég bara, þetta er eiginlega samblanda af bæði því að ég er mjög ómanglökur og því að ég hef bara umgengist mjög mikið af fólki í einmitt, þú veist hvað segja, eitthvað svona vígslu þegar gestir í veislanum, ég er náttúrulega kendi í 12 ár. Já. Þar erum við með eitthvað svona 4.000 nemendur í heldina og svo foreldrar þeirra og eitthvað, það er bara svo ógeðslega mikið af fólki sem ég hef hitt sjaldan og ég man ekkert hver eitthvað, ég hef alltaf að lendi að tala við fólk og bara eitthvað, þú veist, það fyrir að tala við mig og ég bara, hver er þetta, ég veit ekkert hver þetta er. Já, ertu þá sko, kannastu viðkomandi og ertu að hugsa hvaðan þekki ég, eða ertu bara, ég hef bara aldrei séð þig áður? Ég myndi segja oftar kannast ég við viðkomandi en kemði ekki alveg fyrir mig en það hefur komið fyrir að það er einhver svona bara, já, hvað segir, ert þú bara ennþá í bla 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 og það er rétt sko og ég er að hugsa bara eitthvað, ég hef aldrei séð þessa manneski aldrei nokkuð tímann í lífinu. Já. Hún er bara eitthvað að ruglast. Já. Það er ekki, það er bara ég að ruglast sko. Já, ég mynd. Ég ætla að biðja þessa vinkonu formulega afsökunar. Já. Ég bara, þetta var örugglega geggjað. Já, ég var þarna. Og ég var í þessari giftingu. Nei. Jú. Já. Sá ég þig? Vissi ég, Þetta er sennilega árið 2016 ef við misminnir ekki. Nú? Ég var með þess að, já, ég var veislustjóri í þessu brúðkaupi. Ég veislust hérna í sko veislunni. Ég og Dagur Hjartarson. En ég held ég hafi... Býtu þú og Dagur Hjartarson? Ég held að ég hafi... Býtu var þetta í hérna bakariðnum á rafvitaheimilinu? Já. Nú? Já. Ég man ekkert eftir þér þar. Ég man eftir degi. Já, þá náttúrulega Dagur var frægur, sko, held ég. Já. Varst þú nobody á þeim tíma? Já. Nú er ég eins og mjög frægur. Hérna... Ég man ekkert eftir þessu. Nei, ég held sko, ég hafi ekki talað við þig. Nei. Ég man allan ekki eftir því. Ég man ekki eftir... Sko, þetta kannski hljómar eins og ég bara mun ekki neitt og það er hluti til rétt en að það þarf að taka inn í reikningin að ég er búinn með svona cirka 500 þjónaveislur. Já. Það er svolítið mikið. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað fyrir þér. Þetta er bara eitthvað tölur.
stærsti dagur stærsti dagur lífs fólks sko. Þú bara mannst ekki einu svona eftir honum deginum hjá fólkinu. Nei, ég get ekki muna eftir 1000 manns, það er rétt. Ef þú myndir koma með myndir af öllum, ég væri ekki með nöfn á helmingnum sko. Nei. En ég sko þú veist ég er kannski með 1 í viku eða whatever, segjum það þá er ég bara rosalega mikið að setja mig inn í þeirra mál þá og er með alltaf hreinu þá og svo er þetta alltaf bara farið sko. Ég skil ég er ekki með stóran harðandisk sko. Nei. Ég þarf að hreins út til að koma nýju inn sko. Nei, ég meina, ég sko hef örugglega sagt það hér að einhvers staðar hef ég sagt það allavega að sem sagt sonur minn á 2 heimili, hann býr hjá mömmu sinni í viku og hjá mér og höldu eina vikuna og fyrir einhverjum árum síðan þá sé ég eitthvað barn í ræktinni, ég er nýbúin í ræktinni og sé eitthvað barn þarna og ég er bara að horfa á þetta barn og ég þekki ekki minn eigin son ég er það ómanglökur bara sonur minn í einhverjum allt öðrum aðstæðum og ég var ekki að búast við að sjá hann og það tók mig alveg smá tíma hann fatt að þetta var í barnið mitt. Jú, þannig að ég bara við deilum alveg andlits blindu sko. Þorsteinn Vaff, hvað ert að pæla? Okay. Og það var rosa skrítið þegar ég fatt að þetta væri sonur minn. Já, er það? Þá fór ég verulega að hugsa býtu, kannski ég ætla ekki að fara að draga hennar álíktarinn en mögulega tengist þetta líka því að ég sé illa og ég var bara í sjónmælingu sko á föstudaginn og það kom í ljósa ég þarf glerugu ég mælti sko með hérna þú veist eitthvað 2, eitthvað í nærsinni eða fjarsinni sko, það er það sem ég nefnilega skil ekki það var sko plus 2,5 og plus 2,75 eða eitthvað sem er fjarsinni sem þýðir að ég, þú veist, þar glerugu þegar ég er að lesa síman ég náttúrulega sé ekki neitt ég bara ger eitthvað á síman en svo talaði líka að ég sé líka illa sko langt frá mér og líka nærsinn, þú þarft að fá tvískipt glerugu ég það tvískipt glerugu það gæti tengst í að ég hafi bara þú ert ekki mikla nærsinn þú ekki verið funkar þetta lengi mikla nærsinn nei, ég hingað til hef ég alveg séð hluti sko nei, ég bara veit ekki kannski var hann bara nálægt mér, báti mitt ég veit ekki en hún sko vinkonum mín talandi hann aftur þú ert að fá svona 11 fjarsinni sjokkar maður þessi vinkona mín hún hlustar á okkur þess vegna komum þetta til tals þannig að hún bara er búin að fá þessu afskurnar benni geggja viltu bæta einhverju við, viltu segja eitthvað við hana mér finnst þetta vandrarlegt sko. ég skil ekki hverju henni finnst þetta vandrarlegt bara segja hæfi manneski og svo bara nei guð, þetta er eins og heils come on maður sem var með þér á stórum degi í lífinu þetta segir hæfi hann Hvað segir þú ekki hæð þá? Af því að gæðin sem hún sagði hæfið er hálfviti og manið þetta ekki þú ert bara að segja hæ þú ert bara að segja hæ, gaman að sjá þig sagði ég ekki hæ ég var ekki eftir þessu, ég var ekki að það þannig þú eru örugglega sagt hæ þú hvað meinar þau? þú náttúrulega hatar fólk þannig að það hefur komið fram nei, ekki allt fólk þannig að hún sagði hæ og ég var bara eitthvað Svetan sko, hún sagði þetta þegar hún var að kveðja á hann og hérna, það var eitthvað alltaf að gerast þannig að ég man þetta ekki nákvæmlega ég vil fá þess að sögu á hreint í næsta þetta ég bara skal finna út úr því en á ég ekki bara bjarga þér og fara í eitthvað bara skerðu mig úr snörunni ég ætla að segja þér frá trans ég ætla að fræða þig í dag og ég ætla að fræða hlustendur og það er svo áhugavert nú er ég ekki trans og ég segi ekki að ég sé neitt sérfræðingur í transmálefnum hins vegar er ég með menntun í kynjafræði sem þýðir að við skoðum söguna við skoðum merkingu kyns og hérna þú veist, munurinn á kyni og kyngerfi og allt þetta
og út frá þessari litlu þekkingu minni, formlegu þekkingu og samtölum við við vini mína og vinkonur sem meðal annars eru trans sumt af þeim, að þá get ég miðlað smá svona basic knowledge, bara svona basic dæmi. Það eitt sem að hefur ekki komið upp hjá gráður. Það gott við ekki taka upp 2 þætti einu lengur. Já. Ég ætla að tala þetta næsta þætti. Já. Herru, þá getur þú kannski bætt við. Ég að stróka út núna. Nei, ekki stróka út. Bættu við. Nei, ég bara á listanum sko. Já. Ég var ekki búin að preppa mig. Nei. En ég var búin að ákveða ég ætla að taka þetta í næsta þætti. Já, þannig að þú ert ekki preppaður. Nei, ok. Þannig þetta bara flott. Já, þú út með þetta. Ok. Sko, og það nú kannski ástæða fyrir okkur báðum dattið í hug. Jú. Gæti verið ástæða. Allavega, ok, byrjum bara á því að átt okkur á sko hugtökunum kyn og kyngervi. Byrjum þar. Kyn er það sex og gender? Já. Ok. Þannig að kyn, það er sex á ensku og þegar við tölum kyn, svona fræðilega séð, þá erum við að tala líkamleg einkenni, við erum að tala líffræðina, við erum að tala litninga og við erum að tala hormóna. Þarna kannast þið kannski við, þú veist, XX, XY, en það sem að fólk veit hins vegar kannski ekki að vel að þetta er ekki bara XX og XY, þetta er XXX, þetta er XXY, XXXXX, þú veist, þetta er ekki svona klift og skorið eins og við höldum, eða ef að segja okkur hefur verið kennt í einfaldri líffræði í grunnskóla. Akkurat, það sem fyrst við töðum mér þetta er alltaf fyrstu rökin hjá haters á Facebook. Já. Það er bara eitthvað, það eru bara 2 kyn með fórst þú ekki í líffræði 101? Bara eitthvað, jú, þetta kom sko í líffræði 203. Já. Ef þú hefðir haldið aðeins lengra áfram. Já, ok, förum þá í kyngervi og það er í rauninni það sem oft talað sem félagslegt kyn og í raun og veru það sem að skiptir meginmálið, þar að segja hvert er þitt kyngervi, og það eru athafnir, það er útlit, það er hegðun, tjáning, og við getum í rauninni líka að tala sjálfsmyndina eða upplifun þína af þér, þar að segja af kyniðinu. Og kannski mætti þá með öðrum orðum segja kallmennska kvenleiki, hvernig þú tengir við kallmennsku og kvenleika hugmyndirnar. Ok, og oft er látið eins og kyn og kyngerfið, þar að segja sex og gender, sé órjúvanlegt og aðgreinanlegt og óaðskilið. Okay. Að eitt sé alltaf tengt við hitt, og ég held að flest okkar, og bara þeir sem að hlusta og þú og ég, sko, við þurfum ekkert eitthvað að hugsa neitt langt eða fræðilega eða skilja þetta eitthvað brjálæðislega djúpt til þess að fatta, ok, þetta er kannski ekki órjúvanlegur hluti af kyni, þar að segja þetta ósamræmi í sko kyni og síðan kyngerfinu, ef þú pælir í einhvers konar löngunum eða þrám eða upplifun sem að hafa verið á skjön við það sem að þú hefur séð að eiga við þig. Er þetta skilja hvað að fara með þessu? Bara, við getum tekið dæmi tónlistarsmekk. Ég man, þú veist, mig ég fílaði sko létt 96,7. Ég hlustaði á miklu rólegri músík og fílaði miklu rólegri músík, í rauninni miklu kvenlegri músík heldur en svona mér var ætlað að fíla. Margir strákar þeir hafa talað að líkamlegt atgerfið þeir hafi verið svo grannvaxnir, þeir voru ekki nóg maskjúlin, þeir voru ekki nóg miklu kallar. Þú veist, það er alls konar svona í upplifun okkar, sjálfsmynd okkar, jafnvel hegðun okkar, löngunum og þrám, sem að eru á skjön við kyn okkar. Þú veist, þetta sem að er alltaf tengt við kynið kallkyn eða kynið kvenkyn, alveg eins og það eru til, þú veist, gaurastelpur, stelpur sem fíla ekkert svona
það sem við tengjum oft við kvenleikan. Þannig að við getum alveg heimsótt þetta og þannig erum við bara að tala í rauninni fjölbreytileika manneskja. Við erum svo ótrúlega fjölbreytt, við erum alls konar, alveg sama hvort sem við kallar það konur, og hérna er ég bara að tala sískynja fólk, það er að segja fólk sem er ekki trans og og bara fellur inn í þetta XXXI. Akkurat. Eins og við öll sem fæðast með XY eru ekkert nákvæmlega eins hvað var þar kyngerfi, það er það svo að segja. Akkurat. Okay. Vegna þess að við erum alls konar og uppeldi, við getum talað alls konar þar. Þannig að við getum kannski sagt að þetta að vera gaur sem er ekki alveg eins og allir hinir gaurarnir en er samt sískynja, gagnkynhneigður, þú veist, allt þetta og á móti, ef við höldum hérna í tvíhyggjuna að stelpur eða konur sem er einhvern veginn á skjön við þennan hefðbundna kvenleika, að það verði einhvers konar smávægilegt rof í sjálfsmyndinni sem að fær suma til þess að átta sig að ég er á skjön eða bara er eitthvað að mér. Þetta er svona, ég myndi segja, og hér er ég að túlka smávægilegt rof í sjálfsmyndinni. Ef þetta ósamræmi er meira, þá mögulega getum við fara að tala um trans. Allavega svona eins og ef við túlka samtíman okkar. Og hvað er þá trans ef við fyrir þangað? Og svona þessi einfalda skilgreining er þá að kyn kynvitund þín samræmist ekki því kyni sem það er útlutað við fæðingu eða kynþitt eða kynvitund, hún samræmist ekki og jafnvel kyngerfi eða kyntjáningin, hún samræmist ekki þessari hefðbundnu tvíhyggjuflokkun og þessum hefðbundnu tengingum sem við gerum á milli kyns einstaklinga og svo kallmennsku og kvenna og kvenleika. Það sem að við gerum þá tengingu að þetta sé einhvern veginn, það sé alltaf samtenging þannig á milli sem að hún er ekki alltaf og hún er að minnstakosti ekki náttúruleg eða lífeðlisfræðileg. Hún er vissulega mjög djúpt félagsleg og menningaleg en ekki út frá XIXX flokkuninni. Er ég með þér ennþá eða? Já. Ég vil samt að segja XY en ekki XI. Sorry? Það er bara því ég kendi lífsræði. Já, afsakið mig. Sko, eitt dæmi þetta sem að við getum ekki hafnað vegna þess að það er læknisfræðilegt og það er intersex fólk og það er telst trans einstaklingar af því að þeir einstaklingar og nokkrir intersex einstaklingar hafa stigið fram og tala opinberlega og lýst í rauninni hvernig það er að vera intersex en vera troðið læknisfræðilega inn í kall-kona boxið annað hvort með oft bara alvarlegum heilsufarsvanda í áratugi. Flokkast intersex undir trans? Já, ég held að það megi flokka þau undir trans, sko bara intersex einstaklinga. En eins og í nýja prætfánanum, eða nýjastu útgáfu, þá er intersex með sér tákn eða lit? Já, sko trans er náttúrulega reglíf fyrir alls konar. Það getur vel verið að sumt intersex fólk sé ekki trans en eins og ég skil trans að þá er það í rauninni allt sem fellur ekki undir þessa tvíkiflokkun sko. En allavega, intersex fólk er þá með ódæmigerð kyneinkenni hvort sem það eru ytri kynfæri eða innri axlarfæri það er eitthvað ódæmigerð og stundum hefur verið í rauninni bara ákveð strax í kjölfar fæðingar, já, heyrðu, nei, hérna eitthvað skrítið hér í gangi, við erum að laga þetta. Eða á fyrstu mánuðum árum dæmt einhvern veginn eftir hegðun og svona, já. Og intersex fólk hefur viljað ráða þessu sjálft þegar það hefur aldrei til og líka þegar, já, til þess að sé hægt að fá viðeigandi læknisaðstoð af því að, já, nú takmarkast þekking mín mjög, en það eru semst dæmi, með minnir að Kitty Von Anderson minnum hún háneiti sem að sko hefur lýst í rauninni bara major þjáningum vegna þess að hann fekk vittlausa greiningu og var einhvern veginn tróðið inn í flokk sem að hann átti ekki teimi Með óafturkræfri aðgerð eða? Já, eða vittlausri lyfjagjöf eða eitthvað svoleiðis. Allavega
Það er þetta að fletta því bara upp sem að ég gerði ekki að því að það var ekki með í máli síðan erum við líka að tala kynsegin einstaklinga og kynsegin einstaklingar það eru oft einstaklingar sem að hafa dæmigerð kyneinkenni píku, tippi brjóst eitthvað svona og sko en sjálfsmynd þeirra eða upplifun tengir ekki við þessa dæmigerðu tvíhyggjuflokkun og þá í rauninni ertu trans þú ert kynsegin, þú hafnar tvíhyggjunni og sumt kynsegin fólk einmitt notar þessi fornöfn hán eða hén eða hín eða eitthvað svona stendur utan við þetta og sum hafa þetta sem að virðist vera afskaplega trublandi kyntjáningu eða kyngerfi fyrir fólk og kannski einhvern veginn með svona kvenlega ásýnd en á sama tíma karllæga þú veist sem alveg fer með sumt fólk já, bara hvernig ert þú svona hán? Þú veist sem svo bara þetta, fólk átt að segja á að hán persónufórnafn sko. Þú myndir aldrei segja, ert þú svona hún? Þú myndir segja, ert þú svona kona? Og þá orðið kvár sem ættir að nota þá já. Bara það eins og þetta hafi ekki síast inn fyrir sko efsta millimetran af hauskúpunni á sumum og svo ég að gera þetta mjög einfalt og en allavega, síðan getum við talað trans einstaklinga sem að sko sem að í rauninni fylgja þessari tvíhyggjuflokkun og þá getum við talað til dæmis transkonur og transmenn þá einstaklinga sem var útlutað til dæmis karlkyni en þú veist, eru konur eða kona og gamla orðið sem að ég heyri og sé mikið núna sko kynskiptingar og eitthvað svona en þau orðið eru þau hugtök eru úreld alveg eins og við notum ekki fávita lengur utanum eða yfir fávita helikópás yfir einstaklinga með föllun eða fatlaða einstaklinga þannig að við tölum kynstaðfestandi ferli til dæmis þegar transmannskjur eru að transitiona eða kynleiðréttingu eða ekki ég mögulega ég bara man það ekki það voru 2 orð sem að sérstaklega Ugla benti á núna bara gæri eða eitthvað en allavega þannig að já, kynskiptingur er allavega ekki rétta hugtakið og svo bara, en það virðist að bara vera notað þegar að fólk að reyna að pirra og ránkynja og vera bags of dicks sko, og transmenn og transkonur allavega transmenn þeir komast oft upp með að vera þeir og vera ávarpaðir og kynja rétt transkonur lenda eins og bara margar konur verða oft lenda oft verra í því og svona hatrið beinist oft meira að þeim og við eigum bara verulega svona, hvað maður að segja verulega staðfastar transkonur og svona það er eiginlega alveg merkilegt sko hvað þær transvinkonur mínar allavega 2 svona sem að ég þekki svona þokkalega vel bara hvernig þeim tekst að halda rósinni og vera málefnalegar þegar það er ítrekka stöðugt kerfisbundið endalaust allstaðar verið að vega að bara tilvist þeirra þú veist, ég geti þetta ekki einu sinni ég get ekki að halda róminni og það er ekki einu sinni verið að efast tilvist mína eða hver ég það er bara verið eitthvað drullið með sko. Þannig að þetta eru bara ég ætla bara að segja það Ugla og Arna Magna sko ég dáist að því hvernig það geta haldið áfram að berja og líka fræða og svara á málumlega hátt þú veist, það er ætti ekki að þurfa þess og það er mega svo sannlega alveg hætta en skulda engum neitt en bara Guð minn góður sko og ég ætlaði mitt að vísa í Örnu Magnu til þess að miðla ákveðnum skilningi sem að hún kendi mér og ég held hún hafi sagt þetta í hlaðvarpinu Kallmennskan einu sinni að hún segir ég skilgreini mig ekki eitt eða neitt ég er kona og hef alltaf verið kona og mér finnst þetta svo
góður sko skilningur eða semst gott að miðla þessu að þegar við erum að tala transeinstaklinga þá erum við að áætla að viðkomandi sé einhvern veginn að fara úr einhvern stað sem það ekki fattaru? Bara, þú veist, eins og til dæmis að Arna Magna hafi á einhverjum tímapunkti verið strákur sem að hún var aldrei þrátt fyrir að mögulega eftir því sem að ef ég túlka orðinar að hún hafi einhvern tímann haft kyneinkenni drengs að þá hefur hún aldrei í sjálfsmynd sinni, upplifun sinni og sín sinni á heiminn og sjálfa sig verið neitt annað en stelpa þannig að já, mér finnst bara þetta svo góðu skilningur ok, þetta ekkert mikið lengra en ég verði samt aðeins að halda áfram sko þetta með trans, af því að það út allan heim og Íslandi líka ákveðin einstaklingar sem að vilja einhvern veginn kenna sko því að öll þessi umræðum bara transmálefni og hinseginleikan og allt þetta að þetta sé einhvern veginn svona afleiðing af einhverju vóki réttrúnaði og einhvers konar innrætingu og kynjafræði afbökun öfgavinstri já, eitthvað svona sem að pínu hilarious ef maður veit eitthvað söguna ef maður veit bara eitthvað ef að segja söguna lengra aftur en bara Íslendingasöguna sko, nei ekki einu sinni það langt sko aftur, bara ef þú veist eitthvað pínu að þá sko veruleiki trans einstaklinga alls ekki nýr það hins vegar tvíhyggjan sem að mjög nýr veruleiki þessi ótrúlega staðfesta trú að kyn séu bara tvö það nýr veruleiki í sögulegu samhengi eins og við komum inn á í einhverju dagsins mjög með fyrir örgulega 2 mánuðum cirka já, og þessi nýr veruleiki hann fer að birtast, ég man ekkert hvað þú sagðir en ekki heldur nei sko, við tengjum hann náttúrulega bara við svona upp úr 1500 þegar svona kristni boðstefnan heimsvalda yfirráðastefna Evrópu og þegar við fórum að breiða út nýlendu herrarnir fóru að breiða út sína hugmyndafræði og fóru þar með að þurrka út ég man að það sem ég var að tala var tengt svolítið við innbyltinguna upp frá innbyltingunni og með svona innbyltingar kapitalismanum þar sem að hvítimaðurinn fer einmitt eins og þú ert að segja breiða þetta svolítið út trúboðarnir fara með sínar hugmyndir hugmyndir vestranamannsins út af við þá verið að í rauninni berja niður alls konar hugmyndir sem við myndum ekki flokka undir þessa tvíhyggju sko. Algjörlega og ég meina sem var bara útbreytt víða í heiminum já og þú veist og þetta hefur þessa svona biblíulega og ég segi biblíulega því þetta sko kristnin þetta í Íslam þú veist þetta tengir svolítið svona já. Þessu að því að fram að þessum tíma ég segi svona 1500 og jafnvel þú veist fram að 1800 vil ég meina svona, já, þar sem að fleiri en 2 kyn nutu bæði formlegrar og félagslegar viðurkenningar í mörgum samfélögum og ég held ég fara ekki rangt með það sé enn þann dag í dag til dæmis í Indlandi og ég man aldrei hvernig hann á að bera þetta fram Hijra H-I-J-R-A þetta sem sagt bara einstaklingar sem að í rauninni ef við ætlum að heimfara á okkar mælikvarða kynsegin einstaklingar mögulega líka trans einstaklingar já svona út frá við ætlum að fara í líffræðina líka sem að nutu bara viðurkenningar og jafnvel nutu svona ákveðna svona friðhelgi í það var líka fundist bara kuml frá víkingaöld sko já. Þar sem að við höfum ekki áttað okkur á ef við ætlum að vera föst í tvíhyggjunni af hvoru kyninu viðkomandi einmitt. Bara út frá munum sem að viðkomandi var með sér í sem að hegður með einmitt. Og öðru einmitt. Á nokkuð augljóst að þetta hafa alveg verið til þá og það alltaf, við vitum það alveg þeir sem að fóru í þú veist, þetta svolítið eins og með líffræði 101 sko, hefur ekki farið líffræði 101, veist ekki að það eru 2 kyn
hefur ekki fyrir sögu 101, veist ekki að bla bla bla, þú veist, ef þú veist aðeins meira þá veistu að þetta er ekki alveg svona einfalt. Já, einmitt. Svo ég haldi áfram með menntahrokan hérna. Einmitt. en já, það er semst dæmi úr Indlandi, það er dæmi í Norður Ameríku og dæmi í, já, ég ætla að segja ýmsum Arabalöndum, þar sem að við erum með ekki bara 3, við erum jafnvel með 4, 5, 6, 7 kyn sem að nutu viðurkenningar og einhvers konar status jafnvel og jafnvel tilheyrðu einhverju leiti svona það sem við köllum formgerð samfélagsins, gegnd einhverju svona opinberum stöðum. Þannig að síðan upp úr 1500 og seinna að þá förum við svona bókstaflega að fara að trúa því að Guð hafi skapað konu og karl, eða þú veist, innrætingin, þar getum við farið að tala um innrætingu með yfirtöku ákveðnar hugmyndafræði. Já. Á meðan að og þú veist, þetta er, já, allavega. Og þetta náttúrulega svona það er svo þægilegt að hafa hlutina einfalda. Það er svo þægilegt að sé bara tvennt sem komið til greina. Sama hvort að það séu litninga samsetningar eða annað. Að leið og máli verður eitthvað flóknara þá finnst fólki það oft bara svolítið pirrandi, sko. Að þetta geti verið flóknara en það lærði í barnæsku. Já, eða bara það er miklu þægilega að vera bara með þetta svart-hvítt og þeir sem að mótmála því, þeir eru bara geðsjúklingar. Já, einmitt. En sko, niðurlagið er í rauninni bara sko varandi völd og þarna með sko heimsvalda yfirráðin og hvernig ég ætla að segja okkur tókst að þurrka út í rauninni fjölbreytnina og svona tróða upp á alls konar samfélög ákveðinni einsleitni og bara skaðlegum hugmyndum að þú veist, við erum að tala um þannig kirkjan á tímabili í mannkynssögunni með alveg brjálæðisleg völd, ríkið og stjórnvöld hafa náttúrulega bæði, þú veist, fest í sessi þessa kynjatvíkju og eins og dæmi á Íslandi aftur liðka til eins og var gert 2019 með Trans-Jesú? Já, á Strætó? Já, nei, það var nú lögin það var allt vitlaust, maður. Hvað heita lögin? Það sem að þú hefur sjálfsákvörðunarrétt til þess að skrá kyn þitt í samræmi með kynvitund. Já, kynrænt sjálfræði. Já, okay. Takk fyrir. Akkurat. Þannig að já, það er alveg dæmi um það hvernig ríki og stjórnvöld hafa í rauninni greitt götu hinsegin fólks og svona staðfest bara tilvist þeirra. Og í dag getum við líka sagt sko að valdhafar orðræðunar og þarna ætla ég að vísa til dæmis í Foucault og svona hvernig orðræðan og Butler, ég hafði líka Judith Butler sem að hefur talað meðal um hvernig kyn er miklu meira performatíft heldur en nokkuð annað, heldur en líffræðilegt en til dæmis Foucault og fleiri sérfræðingar já, þess ekki mig hafa talað um sko hvernig valdið og valdhafar geta oft beitt bara orðræðinni stjórna orðræðinni, stjórna svona sjónarhorninu og skapað veruleika sem að útilokar samþykkir ofbeldi og jaðarsetur og þess vegna finnst mér sko, og ég ætla bara að segja ég fordæmi orðræðu sem beinist gegn fólki sem að er nú þegar eitt að jaðarsettasta í heiminum sem að eru transfólk til dæmis og fólk sem er að flýja aðstæður sinnar fólk á flótta þegar orðræðan sem að er sko nærð af mentarhokkanum, við getum talað um bara grunn áfanga 101 skilurðu, þegar þekkingagrunnurinn er það djúpur að þú ert ekki eins og múin að klára 101 og svo ferða áfram og þú ert jafnvel
komin á þing eða þú ert í einhverju formlegri stöðu einhvers staðar, hvort sem að það inn í réttarkerfinu okkar eða á Alþingi eða já, hvar sem það og þú ert farin að lemja á þessum hópi þú veist, come on við hljótum bara við sem borgarar þessa lands við hljótum að vilja byggja upp samfélag sem að elur ekki á hatri og jaðarsetningu og bara fáfræði þetta bara illska þetta bara vont og þetta er bara svo ótrúlega skortur á umburðarlyndi. Já, þetta er bara stjórn sem og viðbjöður. Þó svo að þú sért ég á reiður? Nei, þó svo þú sért vitleysingur. Já. Og sért ekkert inn í einhverjum málefnum, þú veist, transfólks eða whatever og kannski skiljir það ekkert. Ok, það er kannski ekkert reyndir að vera vitleysingur til þess, en jú, ok, segjum það bara og þú bara skilur þetta ekki. Af hverju ákveður samt að vera ekki sama? Já, af hverju skiptir þetta í svona miklu máli? Akkurat. Þú þekkir greinilega engan sem er trans. Af því ef þú myndir þekki eitthvað sem er trans, þá myndir ekki skrifa svona á interneti, það segir sér bara sjálft. Já. Allavega, hann er ekki þessi transeinstaklingur er ekki nákomið hann er nokkuð augljóst. En sko hvað græðir fólk á þessu? Hver er gróðin í bara segjum, þú veist, alþingismanni sem að ákveður að stimpla sig inn í einhverja svona umræðu rækilega hverju er hann að falast eftir? Er það ekki augljóst? Hver er tilgangurinn? Er það ekki augljóst? Er það ekki augljóst? Já. Er það bara atkvæði rasista og transfóbista? Já. Og þar að leiðandi áframhaldandi laun og völd. Já. Og þú veist, og sagan hefur kent okkur, ég meina hvers konar ríkisvald munum við fá með slíka hugmyndafræði? Það er auðveldast að ná sér í atkvæði vitleysa Já, fólk sem að neitar upplýsingum en það er náttúrulega heimurinn sem við búum í heimurinn sem við búum í dag það hefur aldrei verið jafn mikið aðgengi að upplýsingum og sennilega aldrei jafn mikið af vitlýsingum af sko ógaggrínni inntöku upplýsinga af því að það er líka alls konar falsupplýsingar og kjaftaði rosalega mikið og svo bara fyrir mig út í það en bara þú veist hvað gervigreindin er farin að spinna upp mikið að rugli bara sjálf og svo bara les fólk þetta og bara og horfir á eitthvað YouTube-innband frá einhverjum trukkabílstjóra sem að heldur á COVID sem samsari sem að búið til að tala málindi transfólks hoppið upp í en allavega, mér langaði svona aðeins að tala inn í og bara svona gefa basic facts en auðvitað svo að það sé líka sagt auðvitað er transfólk jafn fjölbreytt og bara kallar og konur en þetta er svona ákveðin skilningu sem að til dæmis var gott að einstaklingar sem að eru í valdastöðu og hafa virðist vera afskaplega mikið, eða þykjast á afskaplega mikið áhuga á íslenskri menningu og arfleið að það væri gott ef þeir myndu bara aðeins kíkja betur á gögnin sem þeir hafa ef þeir hafa einhver gögn sem að þeir nota. Já, og svo líka bara Jói sem situr heima á sér hann þarf líka kannski bara aðeins að velta fyrir sér sko hvaðan hefur hann þessar upplýsingar á hverju byggir hann sínar skoðanir og í fyrsta lagi þá er barátta gegn mannréttindum og mannhatur er ekki skoðun það er eitthvað annað en það sko þannig að við skulum í fyrsta lagi átt okkur á því að það er ekki bara hægt að segja að ég hef bara þessa skoðun í öðru lagi bara þetta sama á hann sko þú veist akkur er þeir bara ekki drullið sama þó svo að einhver segi að já þú veist einhver sem þú helst að veri kall segi að hún hefur bara alltaf upplifað sér sem konu alltaf verið kona hvaða máli skiptir það? Af hverju er þér ekki drullu saman? Þetta hefur engin áhrif á þig þetta hefur engin áhrif á þitt líf þetta er bara fólk sem vil fá að vera eins og það er og er að koma út með það og við erum bara svo greinilega stödd í ykkur svona siðrófi það er ekki það sem ég ætla að segja en ég skal vel taka undir það sko siðfári það sem ég ætla að segja er þú veist
fólk hoppa bara, þetta er bara geðsjúkdómur, bla bla bla, þú veist, það er ekki langt síðan samkynhneigð var flokkuð sem geðsjúkdómur. Nei, og það er bara glæpur og þú veist, þannig að já. Og áttar fólks ekki á því hvernig sagan endurtekur sig. Er það bara Nei, það veit bara betur. Það veit bara betur, byggt á engu nema því sem því finnst. Já, er það ekki stundum gott? Og svo fer það að reyna að slá sig með að það hefur nú lært að í líffræði grunnskóla að segja bara 2 kyn. Jesús, þeir eru með tæki í vasanum sem hefur getur gefið ykkur aðgang að nokkurn veginn öllum fróðleik sem að fyrirfinnst í heiminum. Notið hann í staðin fyrir þess að hanga á Facebook og ælis út úr ykkur fáutanir ykkar. Ég hef aldrei verið svona reyður sem þetta. Nei, herru, förum bara í trúna. Brjálaðir. Búin að jafna þig? Nei. Þetta er bara eins og þú segir. Bara, þú veist, þú verður brjálaður þegar fólk er að tala um svona. En sko, hvernig getur fólk sem er trans bara staðið undir þessu? Ég bara skil það ekki. Nei. Og svo kannski, sumt fólk gerir það ekki. En það er sjálfsvígstíðni transfólks er fáránlega há. Já, það er bara skelfilegt sko. Og hverjum ætlaði það sé nú að kenna? Herðu, förum í Trúnó. Hvar erum við með þetta hérna? Ég er svo reiður, ég sný símanum minn á hvolfið líka sko. Ég var með þetta hérna, ok. Þegar ég var lítill þá shit sko, þá var ég alltaf að gera mjög skrýtna hluti. Já, okay. Og ég hef svona undanfarið kannski síðustu síðustu 20 ára eða svona 20 ára gamall, verið aðeins að velta fyrir mér bara hvað er þetta? Og ég hef svona verið að venja mig af hlutum og svona minnka þessa hluti og ég ætla að koma með dæmi. Okay. Þegar ég var lítill þá mátti ég aldrei stíga á strikk. Og þá er ég að meina, ég fór ekki í eitthvað svona leik eins og krakkar geði í kringlunni að hoppa á milli, þú veist, rauðu flísana eða eitthvað svoleiðis. Ég mátti aldrei stíga á strikk. Aldrei. Annars? Það veit ég ekki, ég bara mátti það ekki. Ok. Og ég passaði með það alltaf og það er, þú veist, gangstéttum með skipt í svona bita svo þau springi ekki þegar það þennst út og í frostjóðsleis. Passaði með alltaf að vera í sko takti sem fór ekki á strikkin. Og ef ég sá að ég var að fara mögulega að hitta á strikk þá tók ég svona stórt skref eða lítið til þess að passa mig. Alltaf? Alltaf. Hvenær hættur þið? Þriðdaginn? Nei. Það er ekki langt. Örugglega svona þú veist 15-16 ára. Og hvernig var tilfinningi þá að stíga á strikk? Gerði það aldrei? Já, fyrst? Já. Já, þetta er svona rjáttlaðist að mér. Þetta þurfti kannski verið svona rosalega. En allavega, fleira. Okay. Þegar ég labbaði upp tröppur, þá taldi ég þar alltaf. Og ég er ekki að segja alltaf. Ég meina alltaf. 1, 2. Já, alltaf. Ef ég tók 2 skref, þá taldi ég 2 tröppur. Og ég get sko það undarlega við þetta er ég hætti þessu bara fyrir svona 5 árum. Shit. Og það sem er raunverulega sikk er ég get eiginlega sagt þér hverju margar tröppur á alveg svona absúrt mörgum stöðum af því að mann það. Oh my God. Af því að tala þér. Að þú kannski hefur talað þér það oft á mannsta. Shit. Byrju, en hversu þreyttur varstu á þessu? Mér finnst það bara eðlilegt. Þetta var bara það sem ég gerði alltaf. Wow, upp og niður tröppur taldi það alltaf. Shit. Og ég vissi hvað eru margar, taldi það samt. Wow. Og stundum fór ég að gera svona reikningsþrautir. Kannski ég vissi að það eru 28 tröppur og svo kannski hljópi upp þær
og fór, þú veist, 2 skref, 3 skref, 1 skref, 2 skref og var að reyna að reikna á tímanum upp í 28 klikkaður og svo hérna og það, ég reyndar hef séð það hjá mörgum sko, kannski ekki alveg mikil klikkun að þú veist, ef við erum að stilla hérna til dæmis hljóð voljúm sem sagt á einhverju þá voru bara ákveðna tölur sem máttu vera hljóð sem sagt máttu vera þannig ég var kannski með, þú veist, 25 eða 30 ég hef aldrei sett á 27 eða 31 bara enga veginn, það bara gekk ekki upp og hérna og þetta með að hérna, stíga á strikin sko. Ég man eftir, ég hætti því reyndar fyrir mjög löngu síðan, það var örugglega bara, þú veist, þetta er sennilega minning frá því að ég er svona, þú veist, áður en ég verið 10 ára að þá sko ef ég þurfti kannski að snúa mér í hring til vinstri út af ykkur þá svona stoppaði ég aðeins og svo sneri ég mér hinn hringinn tilbaka já, til þess að ég væri jafn svo ég væri ekki komin í eitt hring til vinstri af því að þú verður að vera jafn þú mátt ekki bara vera kannski búin að fara 2 hringi til vinstri í lífinu þú verður að vera jafn ok þú hefur aldrei farið til sálfræðings eða? En svo var ég svona, ég var fann áttamaður, þetta verður kannski ekki alveg rétt þegar ég var hérna, ég veit ekki, 8-9 ára eða eitthvað. Ég mætti örugglega alveg snúa mér í hring til hægri og þyrfti að geta að afsnúa mér í hina áttina, sko. En sko, það hlýtur að hafa verið eitthvað svona, ef ég gerir þetta ekki, þá eitthvað. Nei, þetta var nefnilega ekki svona, þú veist, það held ég vona að ég svo ekki að fara rangt með, en það er svona OCD-hegðun, sko. Það er, í alvörunni, sko. Já. Það er OCD? Já, af því að OCD en ekki þetta? Nei. OCD, ég held ég sé 100% með þetta segi 99, bara ef einhver eitthvað með gat en OCD-hegðun er þannig að ef þú lokar ekki segjum bara hérna þú ert með hérna, úrst í rútu eða flugvél og það er svona bakka hérna gæi fyrir fram að þig sem þú setur upp að sætisbakkinu á næsta og þú lokar fyrir það með svona klemmu þú ert alltaf að passa að klemman sé alveg bein af því að ef hún er pínskök þá gæti kannski, veist, rútan eða flugvélinn farið að hristast aðeins og þá kannski fer klemman og þá kannski dettur þetta niður og þá kannski færðu þetta í þindina og þegar að þú veist, rútan klessir á og þá derðu af því að þú gerðir þetta ekki okay. Það verður að vera afleiðing og þú kveikir og slekkur ljósið alltaf 27 sinum af því að, þú veist ég veit ekki, þú veist að mamma en deyri og gera það ekki, þú veist en hjá mér í þessari klikkun þá var ég aldrei að pæla ykkur svona afleiðingum og ég veit ekkert alveg hvað þetta er sko enda eins og við komum inn á hef ég aldrei farið til sálfræðing Nei, áttu fleiri dæmi eða? Hvað er með hérna, maður sjá Finnst þér ég vera að dæma það ómikið þegar ég er að hlæja? Nei, mér finnst þetta alveg ógeðslega fyndið eftir á að higgja sko maður sjá, ég taldi alltaf tröppur sneri með til vinstri höstnum með hægri hring Nei, ég var ekki maður að skrifa nefnilega dæmi en það var svona En ertu að gera eitthvað ennþá í dag svona skrítið? Eða svona sem að þú heldur að sé ekki skrítið en það geti verið skrítið? Stundum, þegar ekkert að pæla í því þá tel ég tröppur Jæja Hvað eru margar tröppur að þegar nú búum við í sama húsi? Jú Þú kemur inn úr bílakjallaranum Þú tekur náttúrulega ekki liftuna Nei, ég vil þetta ekki Hvað eru margar tröppur upp? Sko, þarna komum við á ákveðnu elementi Ég hef ekki hugmynduð það, en ég veit eins og að það eru 2 chunks 2 stigapallar Já, ég er nefnilega að hugsa í chunkum, sko Ok, wow Þannig ég þarf að fara hérna upp 1 og svo þarf ég að fara upp annan og það er komin En hvað er margir í einum? Það veit ég ekkert 8 Já, er það jafn mikið í báðum? Já 64 tröppur í húsin okkar Það reyndar aðeins fleiri af því að sko íbúðum mínu 2 hæða Já Það eru 12 á milli hæða þannig að 76 Í efri gæðunum eða bara neðri eða öllum? Nei, í íbúðinu minni sko
á milli 4. og 5. Já, er það? Já. Það er meira þar? Já, það eru minni sko, það er lagri minni tröppur. Það er enda svolítið áhugaverð sko. Já. Gott ég að telja til þess að segja mér. Einmitt, bara vera vissum þetta. Ok, þetta er enda svolítið skrítið. Hérna, ég fór er ekki, meina að því að nú sko veit ég til dæmis að hérna þegar þú ert að lesa yfir eða ritstýra og svona að þá sko þú gerir það þú mátt ekki vera með neina villu og þér má ekki yfirsjást neitt og þetta þarf að vera algjörlega skothelt flawless og þú ferð sko lengra en extra mæl til þess að vera viss það. Já. Þú veist, nú er ég ekki sálfræðingur en ef ég væri sálfræðingur þá myndi ég örugglega draga þetta saman sko, þetta með strikin, tröppurnar og þetta sem þú gerir í dag ennþá sko. Ef þú myndir vera sálfræðingur myndir þú jafnvel segja að þetta væri svona holl þráhyggja þegar ég er að gera þetta í vinnunni. Já, náttúrulega. Það er nefnilega sálfræðingur sem ég þekki sem að segja þetta. Já, ég held reyndar ég hafi mögulega heyrt hann að segja það. En hérna, ég meina margt sem að er kannski... Já, gagnleg þráhyggja, kannski svona það. Já, ég manna ekki. En þú veist, ég held að sé margt sem að maður ger, ok, eins og ég er svona alltaf ekkert maður og þegar ég bara egnaðist hérna kaffivél þá bara fekk ég þráhyggju fyrir kaffinu. Ég bara geri bara gott kaffi og ég mastera það og ég bara svona eitthvað eða ef ég fer út í hérna kallmennsku pælingar ég er ekkert eitthvað, gera bara eitthvað ég bara fer alla leið og ég ætla bara að vita allt um þetta og eitthvað það er alveg gagnast mér ýmislegt sem að er ég meina Hulda er ekkert alltaf verið glöð með hversu mikil tími fer í kaffivélina eða kallmennsku vinnuna mína sko. Nei. Þannig að einhvers staðar þarf einhver að gjalda. En ég þarf að veðja að þegar þú festi kaffivélina þá hafur ekki lesið leiðbeiningar. Herðu, ég reyndar að lesa leiðbeiningar. Er það? Já, sko, ekki lúsles, ég skima. Okay. Bara til þess að ef það er eitthvað svona fundamental krúsilatri Hulda hins vegar les aldrei leiðbeiningar. Neina leiðbeiningar. Nema kannski IKEA. Og ekki alveg meira þess að IKEA. En ég lúsles IKEA leiðbeiningar. Já. Það hérna, já. Ég er mitt sko, ég les ef ég fæ mér eitthvað sko sem er ekki bara algjörlega að segja sér sjálft þá les ég leiðbeiningarnar og svo tek ég hlutin upp úr kassanum Já, ég ger það líka sko Mér þess að bara, þú veist, þegar ég keypti þessa lampa hérna og leiðbeiningar með þeim Hvernig þetta kveikja? Nei, þú veist, það var bara eitthvað skrúa lappirnar á eða eitthvað Þetta er bara perustæði Já Er ekkert annað að gerast? Nei, en ég meina, ég bara aðeins að skimmi yfir Já, mitt Þannig að já, ég les Ég lefði að klikkaði með Herðu, ef við ekki að enda þetta á einum hlustanda? Nei, komið að því Kíkjum við í pokan Við erum nú að fara að safna meiru Það eru bara svona 10-15 miðar eftir Það eru ykkur 3 mánuðir sko En jú, það er alltaf velkomið að bæti bókan ef þið viljið Sendið okkur endilega post á Instagram Herru, ég sé að þetta er dögg Þú sérð ekki neitt, þú ert náttúrulega ekki með gleru Nei, herru sem átt eftir að fá Herru, í næstu viku verð ég mögulega að koma með gleru Þá getur þú kannski loksins skilið skriftina mína Já Herru, þetta er pínu vandræðilegt Þetta er held ég mögulega sama kona og var með miða í senstu þetta Nei Íris Dögg Björnsdóttir Það stendur ekki bara Dögg Nei, það stendur sko hérna í hinilinu Íris Dögg Björnsdóttir Herru, það er rétt, þú sagði þetta er ekki kona mín Já, vá En ég meina, þetta er bara okay. Þetta er bara svona random virkar random Já Herru Hvernig færðu alla kallmenn til að pissa sitjandi? Já. Er það? Það er spurningin. Herru, 5 mínútur? Við höfum 5 mínútur til að leysa þetta vandamál fólks sem hefur hvað segja, fer út fyrir tíma, rúm og siðmenningu. Hvað? Nei, ég er bara reyna að bulla eitthvað meðan ég finn tæmurinn. Já, sko. Start. Já. Hvernig fáum við alla kallmenn til þess að... Ég get lest þetta á 5 sekundum. Ok. Þú lætið að þrýfa klósett? Nei, nú ætlum ég bara að viðkynna eitt. Já. Ég pissa hérna standandi. Nei. Langoftast. Og þrýfur klósett heima þér? Já, já. Alltaf? Nei, ekkert alltaf. Nei.
þú veist, ég hef þrifið klóstið hérna, þú veist að þetta slettist út allt sko þó svo hittir honni sko, já og nei og svo drippar svona það drippar svona þegar bunar að klárast sko. Og það fyrir óná, þú veist hérna nei, jú. Ef það gerist, þá þurrkar það þú veist ekkert það hvað meinarðu? Ok, nú er þetta opinber þáttur og ég ætti ekki ég man að ég ætla að fara heim með þessa myndavél og stilla henni upp og horfa á þetta í slow motion þegar þú pissar hérna, ekki setja á neti samt sko, já allavega við skulum segja þannig að það eru ok, af hverju pissar standandi? Býta eins, ég á unglingsdreng já þannig að hann pissar pottið standandi þú veist, þannig að ég veit alveg þegar hann er búin að vera á klóinu sko bara springlarinn á verður sér eitthvað að tala um hann en sko, ég meina ef þú pissar í klóstið þú veist ég meina, ég hef stjórn á þessu, skilur nei, þú heldur þú hafi stjórn á þessu ég bara pissa í klóstið þannig að fara svona litlir mikrodrópar út allt nei, og svo er þetta kringum klósettið og þú veist hvað ert þú bara að safna í svona eins og við gerum í fótboltanum svona klemmur tippið saman fórhuguna og pissar og svo svona gerir þú það? Eins og við gerðum í fótboltanum ok, ég er enda að gera aldrei í fótboltanum voruð saman í þessu bara nei, það voru sumi sjómlar hérna alveg fram í meistaraflokk sem voru að gera svona pissubombur í sturtu þá pissuðu þeir inn í fórhuguna á sér og svo sleftu þeir þetta er svo engan veginn að auka álit mitt á fótboltasjómlum nei, bara þetta var ógeðslegt þetta var aldrei gert um mig en ég sá þetta já, þetta var ógeðslegt og ég hugsaði líka bara, er þetta ekkert hættulegt? En allavega ég pissa aldrei standandi ég sést alltaf já, sko það líka tæmi blöruna betur og það er bara líffræðilegt fakt já, ég nefnilega heyri það að tæmi blöruna betur þau betur með blöðrálskistilina þér ok, ég get alveg keypt það en það er ekki mín upplifun og mín reynsla að bladra mín tæmist betur þegar ég sitt og nú ætlum ég bara gal opna mig hérna bara inn á bað þegar ég kúka í klóstið þá sitt ég vonandi og þá pissa ég oft svo þegar ég er búinn þá þarf ég oft að standa upp og pissa klára að pissa nei jú, af því að bladran tæmist ekki alveg er ég kannski með einhver vandamál sem ég veit ekki af bladra henn á kvolvu nei, ég meina, þú veist, þannig að mér allan að líður betur að standa og pissa en ég er mjög meðvitaður um það að þetta þú veist það er suppulegra við samþykjum það já, almennt ég ætla að segja almennt þá er það suppulegra og almennt þá þurfum við sem að stöndum og pissum að vera vakandi fyrir því að það gæti farið eitthvað svona mikrodrópar sem þarf þá að þrífa strax af því annars kemur pissulykt og ég veit það en af hverju sest ekki bara niður? Af því að ég var að segja það af því að þú heldur út tæmir blöðurna minna já og mér finnst betra að pissa standandi það bara finnst það betra, það bara þú er vanið á það já ég er samt á vini sem að pissa sitjandi og svona segja hvað það sé næs og eitthvað ég bara hef reyndið þetta ég reyndi að gera eitt sko ef ég þarf að pissa á nóttuna því að hún er svo gamall hún kemur það fyrir þá sest ég alltaf kemur það fyrir? að því er svo þreytur gerist það bara stundum að það er pissa á nóttinu? já ég er að pissa á hverju nótt nei, alltaf á sama tíma? nei bara random einhver tíman þú pissar eftir hún fer að sofa það ekki? eftir ég fer að sofa? rétt áður hún fer að sofa? nei, rétt eftir já og svo bara líka á nótunni já það er eitthvað svona shit, við erum að búið um tíman já og ég meina þú pissar sitjandi þetta er ekki gott selling point maður nei, svo það er alltaf að fara á nótunni að tæma almennilega ég þarf nefnilega ekkert að tæma ég er bara með eitthvað svona ég fór í rannsókn út á þessu tímabili sko. það er bara eitthvað svona triggerar sem að reseptorar er að kalla sem að segja mér herðu, þú ert að pissa en ég veit að ég þarf ekki að pissa en bladran er bara fokk, það þarf að pissa en heilina mér er bara þegiðu en svo virkar það ekki fyrir en ég fer og pissa einhverjum
10 dropum? Nokkrum dropum. Í alvöru? Já, þetta óþólandi, sko. Þetta bara... Hefur prófað að pissa á þig bara? Hellumerki, sko. Ég hef ekki prófað að pissa á mig, nei. Bara... Prófa næst. Ég skal prófa að pissa á mig ef þú prófar að pissa sitjandi í mánuð. Mánuð? Já. Ok, við erum hættið með þetta. Tímur er búinn. Já, að við erum ekki að reyna að fá neitt til þess að pissa sitjandi. Sko, en... Víst? Það er allir að pissa sitjandi, þetta er bara rugl. Ok, hérna, frammi, er klósett. Já. Ferðu bara hann inn og sest á klóstið. Ertu að segja mig það? Þú ert á tónleikum, fullt af fólki, býður þú eftir að einhvers er búinn að kúka, sleppir pissuskálunum og fer á sess til að pissa? Yfirleitt, já. Ég meina, þetta er bara ógeðslegt. Þetta er bara ógeðslegt, sko. Miklu betra að standa í þessari stæku, ógeðslegu tippa pissulykt við þessi standandi klósett sem eru öll full af ykkur. Nei, bara ég sleppi það að pissa, sko. Og sletti svona pissinu þínu og hann í pissi frá næsta manni sem var hann að undan þér og bara indislegt. Nei, ég meina, þess vegna fer ég ekki á tónleika. Þú með þína sýklarhræðslu, þú áttaði ekki á því að sko litlu mikrodrópanir sem slettast á buxuna hennar, svo sjáu það ekki, þeir eru líka piss úr öðrum mönnum. Hvað er þetta að meina? Bara, it's a fact. Ég held að ég þurfa að fara að fylgjast með því hvernig þú pissar, því að mín reynsla þegar pissa er ekki svona skelfilega sóðaleg, sko.